Komið sæl og velkomin í hádegisviðtal markaðarins hér á Stöð 2 eins og Sigmundur Ernir sagði frá hér rétt áðan að þá eru íbúðir í Skuggahverfinu að fara á alltaf 300 milljónir íslenskra króna. Það er ekkert smávegis og Oddur Víðursson sem er framkvæmdastjóri Þyrpinga sem er með þetta verkefni mætturinga til mín, vertu velkomin. Þið eru farnir á stað með Skuggahverfi, annan hluta í Skuggahverfi, er það ekki? Jó, við erum farnir á stað með áfanga 2 svokallaðan sem samanstendur af 97 íbúðum. Já. Og salan hefur gengið ágætlega? Já, hún fór mjög vel af stað. Byrjum í sumar að selja 13 íbúðir svona á hæstu hæðum og óinnréttaðar. Þær fara fyrst? Já, þær fóru fyrst svona í forsölu til þeirra sem sýndu áhuga á því. Já. Og síðan fóru við á stað þar síðustu helgi með almenna sölu á 86 íbúðum sem verða afhentar fullbúnar. Já. Full innréttaðar. Það er rétt hjá mér að þetta eru frá 130 fermetrum upp í 300 fermetra íbúðir. Já, þetta eru allt niður í 70 fermetra íbúðir. Þannig að flóran og frambóðið er mjög dreift og fínt, sko. Já, og þær eru að fara á þetta. Þið voru að selja til dæmis daginn, heyrði ég, 160 fermetra íbúð á 120 milljónir. Já. Það er ekkert smávegis. Já, það fyrir eftir því hvernig þú lítur á það. Þetta miklu peningar. Já, þetta er mikið fé, ég dreg ekki úr því, en enga síður er þetta okkar mati fín fjárfesting, ekki síður eins og reynst hefur í Skugga 1. Það er fólk að kaupa á verðum sem hafa nú aldrei slagast þeim í hag. Já, og í raun hefur samt, hækkunin verið mun meiri heldur en á markanum almennt vegna sem menn voru að kaupa 160 fermetra þá á einhverja 40 milljónir. Hækkunin er gríðarleg. Já, hún er mikil og markaðurinn virðist vera þessi. Og við erum náttúrulega með púlsinn á honum og teljum okkur vera hérna með einstaka vöru jafnframt, sko. Já. Hvað er maður að borga fyrir utan alveg frábært útsýni? Staðsetninguna og hönnunina og það er svona það sem hefur kannski elst í vitund neytandans svona síðustlegin 3-4 ár og það er staðsetning og gæði hönnunar. Já. Og svo náttúrulega útsýnið eins og þú segir, sko. Skuggi nr. 2, sem sagt áfangin 2 er farin af stað. Eitt gekk ekkert ofsalega vel og það er hvert klúðri á fætur öðru sem að þar hefur sko gengið yfir. Já, ég vil nú kannski ekki meina þessi hvert klúðri á fætur öðru en við fórum þar af stað og þú sér að vera nakið. Já, það er að vísu mjög leiðilegt tjónið sem er þarna. Þetta er að vísu mikil og dýr framkvæmd og flækjustíð er frekar hátt í svona framkvæmdum og það má alveg reikna með skakkaföllum á leiðinni og það vill svo til að þetta skakkafall er sýnilegt mjög og svæðinu til ama, ég dreif ekki úr því en 98% er þetta allt saman í lagi og fólk býr þarna við þau skilyrði sem að þeim voru seld, gæði íbúðana og útsýnið er allt í staðinu, það eru þarna gallar í framkvæmdinni okkar mati sem við þurfum að laga og munum laga núna á næstu mánuðum. Og það hefur verið leki á milli hæða til að mynda? Já, það hefur lekið inn með klæningum og þetta er allt búið móniterað af okkur afskaplega vel og við erum í ágætið samskiptum við stjórn húsfélagsins í Skugga 1, svo kallum hann. Og erum þar með dialóg okkar á milli og þannig að við erum að laga þessa hluti. Eðli málsins samkvæmt kemur upp oft í svona húsum ári seinna, raki í byggingunni sem þarf að komast út en það er eins og þessar flísar per se sem við höfum tekið ákvörðun að laga. Þetta er komið fyrir dómstóla en við munum ekki bíða eftir þeirri niðurstöðu, heldur gangast í þetta bara á eigin ábyrgð og klára þetta mál. Já. Þannig að þeir eru ekki að tapa neitt á íbúðunum þeir sem hafa verið að kaupa þarna í gegnum árun núna? Nei, en það er náttúrulega, við berum fulla ábyrgð á þessu gagnvart okkar kaupendum, þó svo að þriðji aðilinn eða third party sem er verktakinn eða hönnurinn, hver sem ber ábyrgð á þessum flísamálum, hann er okkar hausverkur, en kaupandinn snýr sér að okkur, algjörlega. En hvernig er með það þegar þetta fólk ætlar að selja sínar íbúðir? Er sami prís á þessu eins og í Skugga 2? Já, við höfum verið að fylgjast með því, hvernig þetta hefur farið í endursölu, eins og hvernig fyrsti kaupandinn í áfanga 1. Og það hefur ekki verið neitt verðfall á því, nei. Okay. Og þú segir einmitt að sala gangi vel á Skugga 2, hvenær fer þriðji áfangi á stað? Já, hann fer bara áfram í framhaldinu af Skugga 2 þegar það hentar verklegum framkvæmdum, kranar og aðstaða og fleira sko. Þá munum við halda áfram með Skugga 3. Þið hafið eflaust lært af þeim mistökum sem þið gerðu með Skugga 1, eru þið ekki búin að skipta út bara teymi? Jú, það er allt farið sem áður var. Og verktaki og að vísu arkitektarnir hafa staðið sér mjög vel þarna og þeir eru áfram en við skiptum
svona flest allar ráðgjafaþætti í verkinu, já, ásamt verktakana. Hefði kannski verið sniðugt að halda þeim vegna þess að þeir vissu kannski hvað þeir gerðu rangt í þessum áfanga, setja þau yfir í áfanga 2 og þá myndu þeir hafa getað gert betur, eða var þetta bara ómögulegt fólk? Já, nei, ég vil alls ekkert gera lítið úr fólki, heldur, það kannski ekki vanlegt að fara í 3 til 4, 5 ára prósess með aðila sem svo að stefna verið dómstólum. Ég held að það gefur nú ekki alveg rétta andan í verkinu. Ekki bestu vinirnir? Nei, náttúrulega ekki. En þetta náttúrulega, einhver nýr lúxus í áfanga 2 og 3 sem ekki í 1? Nei, sko, komplexið sem slíkt hannað á árunum 2000 til 2002 og síðan eru liðin ansi mörg ár, eins og það stendur. Þannig að það hafa komið fram svona væntingar núna kaupenda sem eru aðrar núna heldur en voru þá. Það alveg bersýnilegt, menn fólk hefur óskað eftir að það sé aðstæða fyrir starfsmann í húsinu til að sinna bílamálum og leggja bílum og starra anddyri og öðru sé aðkoma. En þetta hannað árið 2001 cirka og þá voru forsendur þannig að þetta þótti og þykir enn mjög fínt. En við erum ekki að ná að breyta því í stórum stíl núna, þar sem að þá þurfum við að breyta deiliskipulagi og fleira til þess að koma því áfram. Þetta bara það sem að menn eru byrjaðir að leita, vill engin lengur einbýlishúsi, vilja allir komast í lúxusíbúðir sem að kosta þetta? Já, komast ekki allir í það? Nei, en þetta nú að gerast allstaðar heiminn. Þétting byggðar eiga sér stað vegna þess að þessi borgir og lönd hafa ekkert allt þetta land til þess að byggja eins og við höfum gert og erum svo sem enn að gera. Þannig að við erum kannski aðeins á eftir í þessu, en ásóknin í miðborgina alltaf að aukast út allan heim. Já, og verðið sífellt að hækka hvar sem Já, það svona tendensin til þess. Já, ef þú ert með rétta staðsetningu og rétt hús, og þá ert að selja bara fína vöru á ágætis verði, sko. Já. Hvað með önnur verkefni sem þið eru í? Þið eru búin að vera í svipuðum verkefnum, eða ekki á höfuðborgarsvæðinu? Já, við erum nú tiltölulega ungt félag. Við erum búin að vera með starfrækt félag núna í 3,5 ár. Og þannig að við erum með Akralandi í Garðabæ í samvinnu við Keflavíkurverktaka. Við erum þar að selja lóðir eingöngu en ekki að byggja. Við erum þar að þróa íbúðabyggð. Hvernig gengur svo sala? Já, þetta tvískipt, það Suðurland og Norðurland. Sunnan megin Arnarnesveginn eru einbýlishúsalóðir sem eru allar farnar nema held í 4 af 139. Já, það gríðarlega þröngt þar. Já, það svona tiltölulega þröngt. Þetta skipulag frá held ég 1996 sem var nú dálítið svona ellan þá og húsin síðan fengu heimild til að stækka sig örlítið á óbreyttum lóðum. En síðan á Norðurlandi og þar erum við að skipuleggja meira fjölbýli, raðhús og keðjuhús og svona herri hús. Já. Eins og þarna á Akralandi hefði ekki í raun verið sniðugur að selja lóðirna 2-falt stærra og 2-falt dýrari því að húsin þarna eru 100 milljónir króna hús. Jú, eflaust sko, en það hefði þurft að bakka ansi mikið tilbaka með þær skipulagshugmyndir sem voru orðnar ákveðnar þá sko. Og ég ekki viss að yfirvöldin þar í Garðabæ hefði endilega tekið vel á því. Þau eru líka að horfa á massan sem kemur á svæðið ekkert síður en þannig að það þarf að styrkja skólauppbyggingu og samfélagslegan strúktúr hjá þeim líka sko. Þyrfti ekki núna flugvellurum bara að fara í burtu til að menn gætu skipulagt ennþá flottur og stærri húsnæði? Já, þú meina Vatnsmýri? Já, jú, við höfum svo sem alveg erum að stunda analýsu af og til með ýmsa hluti eins og til dæmis nýja flugvöll upp á Hólmsheiði og hafa þá alþjóðaflugvöll og fara í samkeppni við Keflavíkurflugvöll og losa Vatnsmýrina og byggja á henni. Og svo erum við aðeins að skoða þessi spítalamál og við viljum koma því á framfæri fljótlega hvernig við sjáum það fyrir okkur. Þannig að það sé ekki akkillesarhæll í áratugi ef það á svo að byggja Vatnsmýrina. Það mitt. Því að þarna nú eru menn komin upp í 20 hæðir eins og Smáratorgsturnin. Þurfum menn ekki að fara að hærra, þurfum menn ekki að fara upp í 30-40 hæðir? Jó, hæðir nú ekki allt sko. Þetta ekki... Svo flott að horfa á það? Já, það það. Á réttum stöðum. Og mælikvarði byggðarinnar í kring þarf nú alltaf að vera tekið til hliðsjónar líka. Og ég ekki viss að geysilega mikil hæð sé endilega geysilega góð söluvara nema kannski einu hæð af því sko. En jú, menn aðeins að fara að herra og byggingatæknilega eru við svona brattar í því líka sko. Þú segir að þessi sem þið eru ungt félag, en hvað með útrás? Maður verður að spyrja alla sem koma hvort þeir séu ekki á leiðinni útrás ef þeir eru ekki farnir þangað. Það svona, jú, við erum að skoða það og erum svona bara í miðjum klíðum að vera svona eitthvað fréttnæmt það kannski eftir einhverja vikur. Já, hvert horfið þið helst? Ég vil nú horfa á Skandinavíu og Norður-Evrópu, eins og og það eitthvað í gangi? Já, það í gangi. Nú segir mér það bara, ég skal lengur segja. Já, heimir. Í símanum og eftir bara. Já.
Heyrðu, takk kærlega fyrir komin og gangi ykkur vel með áfanga 2 og 3. Takk að. Hádegisviðtalinu þá lokið, það verður á sínum staði hér á morgun. Verið þið sæl.